Sæl og blessuð, kæru vinir. Mikið er nú gaman að vera með ykkur hérna aftur. Í dag ætlum við að vera með spennandi umfjöllunarefni. Við ætlum að taka alkemíuna fyrir og svona margt sem henni fylgir. Við ætlum að fá Saint Germain til að koma hérna í gegn hjá okkur og fá að spyrja hann svona nokkrar velvalda spurningar út í þetta efni. Og ég vona að þið hafi gaman af. Þannig að, já, þetta er svona í rauninni svolítið það sem að lífið snýst um hérna á jörðinni. Það er alkemían, gullgerðarlistin. Það er svona þetta þessi umbreyting sem við erum öll í. Og við býðum bara aðeins átekta hérna. En hann er að koma alveg inn. Ég er þar sem ég er. Velkomin. Það Mikið er nú gaman að fá þig hérna til okkar aftur. heiðurinn er minn. Okkar líka. En hvað, mér langar svo að spyrja þig hérna fyrstu spurninguna. Sko, varðandi þetta sem að við köllum alkemí, enska orðið og svo gullgerðarlistin á íslensku. Er þetta, getur útskýrt fyrir okkur þegar við heyrum orðið gullgerðarlist, það fara margir að velta fyrir sér hvað í þessu felst. Er þetta fyrst og fremst líkingamál eða getur þú svona, er þetta líkingamál fyrir umbreytingaferlið, gullgerðarlistin? Já, vegna þess að gull stendur fyrir það dýrmætasta í ykkar huga, dýrmætasta efnið. Og alkemía þýðir umbreyting í sinni einföldustu mynd. Við getum sagt að fyrsta alkemían hafi verið þegar uppsprettan skapaði allt sem er. Þið komið hingað til jarðar úr ljósinu í myrkrið. Þá sjáið þið bara efnið eðlilega af því að þið sjáið ekki andan. Andinn er ekki sýnilegur af því að hann er ekki efni. Þið verðið óörugg og þið byrjið að ímynda ykkur alls konar hluti þegar þið sjáið efnið og þið eruð í þreifandi myrkri raunverulega af því að þið ákveðið að gleyma öllu og þið þekkið ekki þetta umhverfi. En sannleikurinn er sá að efnið er alltaf sköpun. Andinn er upphaf, andinn er ekki sköpun. Andinn er. Og með því að segja ég er það sem ég er, ástæða fyrir því að ég segi það alltaf er að ég er að minna ykkur á að segja ég er það sem ég er. Það þýðir að þið eruð öll uppsprettan, Guð, í ykkar innsta kjarna og þetta snýst að finna sinn innsta kjarna. Í alkemíunni er talað viskusteinin, the philosopher stone. Hann er Guð í ykkur öllum, það er einfaldasta svarið. Alkemían snýst að uppgötva
að andinn er sterkari en efnið. Umbreyta efninu í það sem að andinn vill að það sé. Hvernig, mér langar að spyrja, hvernig getur þú leiðbeint okkur sko að færa þetta svona, inn í nútímann og svolítið inn í okkar daglega líf hérna í jörðinni? Það er fyrst og fremst að óttast ekkert. Af því að óttinn er ykkar kennari og hann felur í sér alls kyns blekkingar. Þið óttist illu öflin vegna þess að þið haldið að þau séu fyrir utan ykkur. Jesú, bróðir minn og vinur og bróðir ykkar, sagði: himnaríki er innra með yður. Það er rétt. Helvíti er það líka. Þetta illa sem að þið óttist, það er alls saman innra með ykkur. Allur alheimurinn er innra með ykkur. Allt sem er til er innra með ykkur. Og það sem að þið upplifið er innra með ykkur. Ef að helvíti, hið illa, væri ekki innra með ykkur, þá gætu þið ekki upplifað. Þetta snýst að viðurkenna allt sem þið finnið, samþykkja, meðvituð hver þið raunverulega eruð. Meðvituð að þegar þið hættið að setja merkimiða á það sem þið upplifið, segja að þarna sé eitthvað utanaðkomandi að verki sem er að hafa áhrif á ykkur, viðurkenna að þetta er alls saman innra með ykkur, þá uppgötvið þið smátt og smátt að allt er þetta hráefni í gull. Við getum sagt gull vegna þess að efnisleg fegurð sést helst í gullinu, þessari gylltu fágun og fegurð. Allt sem þið upplifir, allt sem þið takið inn, allt sem þið finnið innra með ykkur er gull, fegurð, ást og kraftur. Þannig að þegar þið byrjið að sjá lífið með þessum augum, þá þið byrjuð í alkemíunni. Eins og ég sagði áðan, þá er alkemía ekkert annað heldur en umbreyting. Og fyrst verðið þið að samþykkja, viðurkenna og leitast við að skilja að andinn er alltaf sterkari en efnið. Ein stærsta blekkingin á jörðinni felst í að trúa að efnið sé sterkari en andinn. Þið trúið nefnilega ómeðvitað. Þið haldið að andinn sé svo veikur að því að þið finnið ekki fyrir honum, hann er ekki áþreifanlegur. Þá langar mig til að koma með örlitla líkingu sem þið öll þekkið. Andrúmsloftið, þið gangið út í logni, þið þreifið á andrúmsloftinu og þið finnið ekki fyrir því. En þið vitið hvað gerist í hvirfilbyljum og þegar andrúmsloftið kemst á mikla hreyfingu, þá er það mjög sterkt og áhrifamikið. Og sama er með andann. Þetta snýst að ná stjórn á orkunni. Það er alkemía og það getið þið öll. Já, takk fyrir þetta. Sko, mér langar að fá þig til að tala þjáninguna og
erum við þá að koma hérna, ef ég skilda rétt, inn á jarðarsviðið til að mynda að upplifa þjáninguna og allt þetta umrót, sko, getum við sagt að það sé efniviður Já, fyrir þetta ferli. já, alltaf. Já, Það er vegna þess að eins og ég sagði áðan, þið finnið ekki fyrir andanum, þið finnið best fyrir efninu og eins og þið vitið öll að þá fáið alltaf sterkustu tilfinningasvörunina út úr þjáningunni. Þannig að það er þjáningin sem að hreyfir mest við ykkur. Og meðan að þið eru föst í efnishugsuninni, trúandi því að efnið sé sterkasta af öllu, þá upplifið þjáninguna sem eitthvað slæmt. En þjáningin er raunverulega viskusteinninn í felum. Þið leggið á ykkur mikið erfiði til að upplifa hver þið eruð. Þess vegna komið þið til jarðar og viljið upplifa þetta með reynslu. Og raunverulega, svo ég skjóti því hans að, þá eruð þið og við öll uppsprettan, eða það sem við kallum Guð, að upplifa sig með reynslu. Þannig já, öll þjáning er raunverulega góð. Myrkrið er ekki til. Það eina sem er til er ljósið. Af því að ljósið er eitthvað sem að þið getið aldrei umbreytt. En myrkrinu getið þið umbreytt og öllu sem að tilheyrir efnið. Umbreytt samkvæmt ykkar eigin vilja, alltaf. já. Sko ég velti fyrir mér, sko, þegar maður heyrir þér segja þetta allt sem þú ert búin að segja, þá skilur maður þetta alveg. En svo er ég að velta fyrir mér, sko, framkvæmdinni. Þá getur þetta nú farið að flækjast og verða erfiðara. Sko þá er ég að velta fyrir mér, hvað myndir þú segja við mannesku núna? Hvað ráð getur þú gefið mannesku sem er í sínu daglega lífi nýbúin að upplifa mikil áföll sem að þannig að tilfinningalífið hennar er alveg bara ótrúlega tætt og þjáningin er alveg, hún er heltekin af þjáningu. Þú veist, hvaða leiðbeiningar getur gefið henni til að í rauninni komast í gegn? Af því erum við ekki líka alltaf, við erum alltaf að ýta þjáningunni frá okkur, þegar það er svo vont að finna hana. Jú. Hvað getur gefið henni til að komast þannig í gegn? Leiðbeiningar. Það er fyrst og fremst að upplifa þjáninguna og klára hana. Og ekki fara í afneitun. Þjáningin er erfið. Ég ætla ekki að gera lítið úr því. Oft er það þannig að þið verðið að gráta. Þið verðið að þjást í örvæntingu og trúiði mér, ég þekki það sjálfur. Áður en ég náði tökum á alkemíunni, þá upplifði ég sannkallaðar þjáningar. Og ég veit munin á því að upplifa þjáninguna, horfast í augu við hana og klára hana og ýta henni frá mér. Og svarið við þessari spurningu felur í sér annað svar sem að bendir ykkur á aðskilnaðinn sem að þið eru svo föst í. Sá einstaklingur sem að þjáist, hann er að líka
gefa ykkur tækifæri til að þroskast og stækka með honum, með því að taka þátt í þjáningun hans. Og það er ágætt að við íhugi það að þið eruð öll eitt og hið sama. Þið eruð aðskilin í einingunni vegna þess að þið eruð að gegna margvíslegum hlutverkum. En það ætti enginn að þjást einn. Ef að fleiri deila þjáningunni með einstaklingum, þá eru þjáningin hans léttbærari og þeir sem að deila þjáningunni þjást með honum og þroskast leið. Það eru einhver raunverulega flýtilegir til. Það er hægt að hvíla sig á milli og það er hægt að ýta frá sér, en það kemur alltaf tilbaka. Þannig að besta ráðið er: leyfðu þér að þjást, gráttu og fyndu þjáninguna nísta hjartað og leyfðu þér að klárast. Við í helgisjörð jarðar, leiðbeinendur þínir, allir englar, þú sem þjáist, þú átt okkur að. Hugsaðu til okkar, leyfðu okkur að umvefja þig í kyrrlátri þögn, óendanlegri og skilyrðislausri ást. Það er líka að trúa, og ekki bara trúa, vita að þó að aðskilnaðurinn sé svona mikill hjá ykkur, þá er það alltaf þannig. Það er engin einn. Þess vegna komið þið öll með ykkar leiðbeinendur og hjálpara. Verið meðvituð það og leyfið okkur að hjálpa. Það mun heila. Og þegar að einstaklingurinn er búinn að klára þjáninguna, þá finnur hann létti. Og þegar hann sér tilganginn með þjáningunni, þá þarf hann færri þjáningar í lífinu af því hann er búinn mikið. Og þá mun hann taka fagnandi á móti öllum þjáningum, þá verða það ekki lengur þjáningar, heldur, við getum sagt, gott hráefni í alkemíu. Já. En hver er þáttur fjólubláa logans í þessu ferli? Getur hann hjálpað okkur í þessu? Fjólublái loginn hjálpar ykkur alltaf. Það er bara spurning, viljið þið sjá það? Viljið þið viðurkenna og samþykkja það? Fjólublái loginn er alltaf logandi og þó að ég sé sagður meistari fjólubláu logans, þá er það bara vegna þess að ég vakti athygli á honum. Já. En ég á ekkert meiri rétt til fjólubláu logans. Fjólubláu loginn er ekkert frekar minn heldur en annara. Hann er ykkar allra. Og þegar þið lokið augunum, sjáið fyrir ykkur fjólubláa logan. Ekki hugsa neitt. Passið ykkur á orðunum. Orðin fara í hringi þegar þið byrjið að sjá fjólubláa logan og hugsa, vá hvað hann er fallegur og hann er stórkostlegur og hann er þetta og þetta og þetta. Þá hvílir alltaf ákveðin ótti undir niðri.
Horfiði bara á hann, sjáið hann, leyfiði honum að tala við ykkur, hlustiði á hann, hlustiði á hvað hann hefur að segja. Það er hann sem er umbreytingaaflið. Það er hann sem að logar innra með ykkur öllum. Þið trúið því ekki og þess vegna finnið ekki fyrir hún. Ef þið samþykkið fjólubláu login er í mér. Ég er fjólubláu login. Ykkur finnst það sumum ef til vill skrítið að segja það, en það er sannleikurinn. Fjólubláu login er sterkasta og áþreifanlegasta umbreytingaaflið og hann er okkar allra, alltaf. Þannig svona í praktísa þá er bara hugsa sjá fyrir sig fjólubláa logan Já, eða skynjan, já, hvernig sem að skynjun okkar er, hvað hentar okkur best já, og segja ég er. já, Já, þá fyrir ekkert annars. ferlið á stað. Já, Já. og það er nefnilega það sem ykkur hættir til. Þegar þið sjáu fjólubláa logan, að þá farið þið að tala hvaðan er stórkostlegur, hvað mér líður vel og nú finn ég þetta. Í því felst ákveðin örvænting. Já. Þið þurfið að kyrra hugan og leyfa fjólubláa loganum að vinna sína vinnu. Hann er alltaf stöðugur og þegar þið lokið augunum og slakið á öllu, horfið bara á fjólubláa logan. Þá talar hann við ykkur. Og því lengur sem þið hlustið á fjólubláa logan tala til ykkar án orða, því meira munið þið finna fyrir honum. Og fjólublái loginn virkar eins og eldurinn hjá eldsmiðnum. Eldsmiðurinn setur inn alls konar málma, mishreina, bræðir þá. Og þegar að þeir hafa bráðnað í eldinum, þá mótar hann þá. Og hann slípar þá og umbreytir þeim í gljáandi fegurð. Það sama gildir fjólubláa logan. Hann bræðir, hann umbreytir. Svo er það ykkar, af því að fjólubláa login vinnur ekki alla vinnuna fyrir ykkur. Svo er það ykkar að fáa það sem að þið finnið innra með ykkur. Fáa alla þessa orku sem að þið upplifið sem sársauka þjáningu. Það er að umvefja þjáninguna með ást. Ástin er slípigræjur alkemíu meistarans. Þannig umbreytir hann öllu í hreina og tæra ást. Og þegar þið uppgötvið hreina og tæra ást, þá fölnar fegurð gullsins leið. Þið þurfið ekkert annað. Já, takk fyrir þetta. Ég nefnilega ég hef svona tilfinningunni að fólk þegar heyrir það sem þú ert að segja skilur þetta allt. En þá er það þetta sem ég velti mig fyrir framkvæmdin er svo annað. Það er svona, já.
Það segir gamalt máltæki hjá ykkur hugurinn ber mjög hálfa leið. Leið og þið heyrið það sem ég er að segja og meðtækið, þá eru þið komin hálfa leið. Það sem ég segi mjög skýrt núna er að með því að meðtaka þann sannleik að þjáningin er öll þjáningin, allur sársaukinn eru hulur yfir viskusteinin sem að er raunverulega skærasta ljós innra með ykkur, ykkar innsti kjarni sem er raunverulega Guð, almáttugur og eilífur Guð. Þið hafið alltaf val, af því að ég veit, ég lifði það margar jarðvistir að ég var allt sem að þið eruð. Og ég var ekki alltaf trúaður, ég átti löng efasemda tímabil í mörgum jarðvistum. En þegar þú segir allt sem að við erum, hvað meinarðu? Þá á ég við að þið eruð mismunandi, sem sagt að túlka mismunandi hlutverk og ég lék öll þessi hlutverk. Ég var fátækur, ríkur, það sem að þið kallið heimskur, vitur, stór, lítill. Ég upplifði þetta allt saman. Trúaður, trúlaus, verkamaður, bóndi, konungur, allt saman. Öll hlutverkin sem að þið leikið hef ég leikið. Og ég þurfti þess til að vita og sjá. Og þegar ég er að segja ykkur þetta, þá veit ég að þetta hljómar framandi í eyrum margra, en í raunveruleikanum eru þetta allt saman fræ sem að ég sái í hjörtu ykkar allra og þau munu vaxa með tíman. Og sá tími mun koma að þið skiljið þetta allt. Þetta snýst að stýra andanum, það er að segja stýra huganum, í staðinn fyrir að fara í fórnarlambið og sjá þjáninguna sem eitthvað vont, óæskilegt, að þá til að hefja alkemíuna sjáið þið þjáninguna sem fegurð, vegna þess að þið komið hingað úr ljósinu inn í svartmyrkur og leiðin liggur frá ljósi í ljós. Og í myrkrinu ímyndið ykkur svo margt, af því að þið sjáuð ekkert, þið vitið ekki hvað er að gerast, af því að þið ákveðið að gleyma hverðið eruð. Og það þýðir að myrkrið er ekkert nema hulur yfir einu tærasta ljósi sem við getum kallað viskustein, við getum kallað þetta öllum alls konar nöfnum. Þið búið til alls konar skilgreiningar, hugtök og orð til að lýsa og það er nauðsynlegt fyrir ykkur af því að þið eruð á mismunandi leiðum. En í sínum innsta kjarna er það þannig að alkemían snýst að ná stjórn á ykkar mætti, andanum, sem að er fullkominn styrkur, og þá getið þið mótað ykkar líf eins og þið viljið. Þetta var það sama og Jesú gerði. Ykkur finnst rosalega ótrúlegt að hann hafi labbað á vatni. Það er vegna þess að þið skiljið ekki að andinn er sterkari en efnið. Ef þið myndu skilja það og meðtaka, þá myndu þið vita að þið getið öll gengið á vatni. Af því að andinn er sterkari en efnið, en þegar þið leyfið
efninu að stjórna heilanum, þá farið út á vatnið og sökkvið. Af því að þið trúið ekki að þið getið gengið á vatninu, svo dæmi sé tekið. Þannig að byrjunin er alltaf að hugsa. Andinn er sterkar en efnið og þylja þessa möntru: ég er það sem ég er. Ég er það sem ég er. Og það þýðir allt sem þið eruð, og þá er það að samþykja allt sem þið eruð og viðurkenna, og þá leið umbreytist það sem að þið kallið illsku, alls konar bresti, þá umbreytast þeir smátt og smátt í ást, í fegurð. Þannig að þessir brestir verða óvirkir sem skaðlegir eiginleikar. Þið gerið þetta ómeðvitað þegar að þið hættið að láta fíkniefni stýra ykkar lífi, verðið það sem þið kallið óvirkir fíklar. Fíknin er enn til staðar, en af því að þið notið ekki fíkniefnin, þá er fíknin óvirk sem skaðlegt verkfæri. Og sama er með þetta allt saman þegar þið náið tökum á ástríkri hugsun, þá leið verða skaðlegir eiginleikar óvirkir. Og smátt umbreytist þessi mikla orka sem að þið fáið út úr þjáningunni og þessum eiginleikum sem að geta verið skaðlegir, þá upplifið þið svo mikinn þroska og svo mikla stærð. Þá finnið þið að þið eru að stækka, vaxa og styrkjast. En þetta já, ég velti fyrir mér svona ákveðnum svona hugmyndum og viðhorfum sem eru á jarðarsviðinu, eins og svona ýmislegt sem við búum okkur til, eins og máltæki: illt er að kenna gömlum hundi að sitja. Þú veist svona, þetta er svona, ég er að hugsa þetta núna, við búum okkur til svona afsakanir til að fara ekki í umbreytingu. Já. Þú veist, þessi máltæki og þessi frasar, þú veist, ef maður er orðinn ákveðið gamall, þá getur maður ekki breyst, eða maður getur ekki breyst þarna. Þú veist, er þetta þá bara, þú veist, svona hálfgeð leti, bara nenni ekki að fara í ferlið? Raunverulega, já. Fínt að vera bara, það er náttúrulega erfiðar að taka á þessu. Léttar að vera bara á sama stað, eða ekki? Já. Jú. Því það gerir nefnilega með ykkur alls konar stoppara. Og þetta er einn stopparinn. Já. Illt er að kenna gömlum hundi að sitja. Já. Og það sýnir líka þröngsýnina ykkar. Þið sjáið bara þessa jarðvist. Já. Sem að þið eruð að upplifa hér og nú. Já. Allt sem að þið gerir í þessari jarðvist er til að þroska ykkur. Þannig að, segjum sem svo, einstaklingur sem að á viku ólifaða og hann veit það er of seint fyrir hann, segiði, að fara að gera eitthvað í sínum málum. Já, akkurat. Ok. En sannleikurinn er sá að ef að hann á þessari einu viku í þessari jarðvist nær tökum á ákveðnum bresti, þá mun það fylgja honum í næstu jarðvist og gera hana léttari. Já. Þannig að þið eruð alltaf að þroska ykkur, þið eruð alltaf að umbreytast og raunverulega fariði, komiði þroskaðri úr þessari jarðvist
yfir í næstu. Þannig að það er aldrei of seint að læra, það er aldrei of seint að þróa sig vegna þess að lífið er eilíft, tekur aldrei enda og þið eigið alltaf að vera með opinn huga fyrir öllu sem að gerir ykkur gott, Já. styrkir ykkur. Af því að ég vil að tala jarðvist, ekki jarðlíf, vegna þess að lífið er eilíft. Jarðvistirnar eru bara, við getum sagt, ferðalag og ef við notum skólalíkinguna að þá er þessi jarðvist 8. bekkur, næsta jarðvist 9. bekkur og svo framvegis. Já. Þið eru alltaf að þokast áfram og læra nýtt. Þannig að það er aldrei of seint að læra, aldrei, af því að þið megið taka eins margar jarðvistir og þið viljið. Þannig þá er það algjör svona blekking að vera í þessu samhengi að vera að spá í sko sem sagt þá jarðaraldurinn. Já. Tökum bara dæmi. Það er bara algjör, já. Bara augafullt dæmi. Einstaklingur sem að hefur náð að lifa í 90 ár. Honum dettur í hug að fara í sagnfræði og hann var læknir eða eitthvað. Já. Það finnst öllum þetta asnalegt. Já, af hverju maðurinn að fara í sagnfræði, honum endist ekki ævinn til að klára hana. Það er alveg rétt, mögulega lifir hann 2 ár viðbót, 3 ár, en hann fer í sagnfræði og lærir. Þá kemur hann í næstu jarðvist, undirbúinn fyrir námið sitt í henni. Það er að segja allt nám og það er mikilvægt að vita það að allt nám er hugvíkkandi og opnandi fyrir ykkur, vekur upp viskuna, þannig að raunverulega ættið að hafa opinn huga fyrir öllu. Þið takmarkið hugan við að ég hef ekki áhuga á þessu. Ef einhver er að segja ykkur bara dæmi að þú hefur ekki áhuga á flugvélum og hittir ykkur sem að tala bara flugvélar, þér finnst það leiðilegur, þér langar ekki til að læra neitt flugvélar, þá er það loka hugan. Já. Af því að það er ekki flugvélin sem skiptir máli, það er orkan sem að sá sem að er að fræða þig flugvélar er að gefa þér. Þetta er alkemían, það er að hlusta á allt. Taka móti öllu. Og flugvél þetta skipta engu máli. Þú þarft ekki að vera sérfræðingur í flugvélum eftir samtalið, en þú náðir tengslum við þennan einstakling sem hefur gaman af að tala flugvélar. Þú gafst honum af þínu ljósi, hann gaf þér af þínu ljósi. Þið farið bæði ríkari af fundum. En þið lokið svo mikið huganum fyrir svo mörgu og þetta er alkemían. Það er að hafa alltaf opinn huga og þrá að læra meira og sjá það sem að liggur að baki orðana og þetta að það sem að er verið að gefa ykkur er alltaf viska. Þetta er líka svona ákveðnar svona gildrur sem að eru lagðar fyrir ykkur af, við getum sagt, heildar samvitundinni, að sko langar til að læra, langar til að verða þroskari og svona, og svo ef það er ykkur að fræða ykkur eitthvað sem að ykkur finnst leiðilegt, þá nennið ekki að hlusta, af því þið skiljið ekki að fræðsla er fræðsla, þetta er orka, opnar hugan. Já. Heyrðu, svo er nú sagt hérna
það er nú ýmsir svona vitrir menn og konur hér og þar Jú. sem er að tala um hérna The Golden Age, gullnu öldina. Já. Hvað getur þú sagt okkur um þetta? Þið eruð að sjálfsögðu komin á þann stað að þið ættuð raunverulega öll að vera komin á gullnu öldina, komin á það sem að þið kallið fimmtu víddina, vegna þess að þið þurfið ekki lengur að vera föst í gömlum mynstrum. Þið þurfið ekki lengur stríð af því að þið vitið hvað afleiðingar stríð hafa. Þið þurfið ekki lengur að upplifa þetta sama og þið hafið upplifað í þúsundir ára. Egóið, aðskilnaðurinn, allt þetta. Þið þurfið ekki á þess að halda lengur. Þannig að þið eru tilbúin fyrir gullnu öldina og hún er sannarlega komin eins og við töluðum í síðasta þætti að þið eru öll komin á 5D. Málið er að það tekur ykkur alltaf ákveðin tíma að aðlagast og En af hverju sjá. talað um öld? Öld þýðir bara tímabil. Tímabil. Þetta er bara orð sem að þið notið. Eins og er talað um fiskaöldina sem átt að hafa verið ykkur þúsundir ára og svo vatnsberaöldin, það er verið að deila um hvenær hún byrjar. Þetta er bara svona ykkar viðmið. Þetta er bara svona tímabil. Af því að auðvitað var fiskaöldin ekki 100 ár. Vatnsberaöldin er ekki 100 ár. Þetta er bara svona... Já, við getum sagt það meira bara gullna tímabil. Já. Það verður svona, þið verður svo föst í orðunum, sko. Já, ég veit að þið eru svo... Við ráðum ekki við það. Nei. Það er gullna alveg... tímabilið. Já, það er svona, sko, og líka, þetta kemur inn á alkemíuna. Það er hugafarið. Ég er á gullnu öldinni. Segið það við ykkur. Ég er á gullnu öldinni. Það getur talað um svona ákveðna, við getum sagt þetta sé svona það sem kallast tímalína. Já. Þá ertu bara komin á þessu tímalínu. Þá ertu komin á hana, já. Ég er þarna. Já. Það er nefnilega að þið stjórnið þessu sjálf. Já. Og það má eiginlega segja að sko alkemía hljómar voðalega svona fræðileg, flókin. Já. Þið eruð öll í alkemíu. Já. Og raunverulega þegar þið takið einhverja ákvörðun sem að verður ykkur til þroska. Tökum bara dæmi maður sem að hefur alltaf verið latur og aldrei nefnt að hreyfa sig. Hann tekur þá ákvörðun að byrja í líkamsrækt og hann nær árangri. Líkaminn hans verður grennri, sterkari, stæltari. Þessi maður er búinn að sanna alkemíuna vegna þess að hugur hans flutti hann í líkamsræktina. Já. Þetta var fyrst og fremst eitthvað sem byrjaði andlegu sviði. Alveg rétt. Tók ákvörðun. Já. Og svo fylgir alltaf eftir. Já. Þetta er allt saman alkemía. Já. Þannig að sko ykkur hættir til að sveipa þetta svona hátíðlegum búningum. Einmitt. En alkemía er bara umbreyting að stóllinn sem að ég sit í, þú situr í, hann er alkemía vegna þess að það var einhver einstaklingur sem að fékk hugmynd að hanna stól og hann kominn í framkvæmd. Þetta er alkemía. Það er að umbreyta andanum í efni. Það er að segja umbreyta hugmyndum
í efni. Það er alkemía. Þannig að sko, eins og með alkemíuna, finnst hún ekki og er hennar ekki þörf þá til dæmis eins og, þú veist, í andlegum heimi. Af því hérna erum við á jarðarsviðinu í andlega heiminum og svo erum við líkamsvitundinni og þá þörfnustu þeirra að því við erum að sameina þetta. Við erum komin til að sameina þessa hluta. Já. Þannig að hún er ekki á sviðum það sem er ekki svona þéttleiki eins og hér sko fólk eða þess að verur í líkama svona efnislega þéttleiki. Þarf hún ekki að vera þar sem hann er ekki? Nei, sko vegna þess að alkemía er fyrst og fremst, ef við tökum annan vinkil sem er alveg jafngildur, að þá er alkemía raunverulega táknræn leið til að sýna ykkur að það er ekki til neitt nema ljós. Þið ferðist frá ljósinu, frá andans heiminum til jarðar, inn í myrkrið og það er ykkar að umbreyta myrkrinu yfir í ljós. Og alkemían er raunverulega það sem að þið notið ómeðvitað. Sem sagt að þið eigið öll eftir að uppgötva hið skærasta ljós, þið eigið öll eftir að losna við hurðirnar. Það er bara spurning hversu langan tíma þið ákveðið að taka í það. Þannig að alkemía er raunverulega bara efnislegt fyrirbæri. Alkemía, það þarf enga umbreytingu í andansheiminu vegna þess að hann er svona bara, hann er fullkominn og þið sko eru komið úr andansheiminum þannig að þið eru andlega verið að upplifa í efninu vegna þess að það þarf efni til að upplifa. Já. En vissulega að þá gerum við ýmislegt í andansheiminum bara svona til að leika okkur. Eins og ég sagði ykkur í síðasta þætti að þá sköpum við ákveðið umhverfi helgistjórnin því að við höfum alltaf verið á jörðinni og við höfum bara gaman af að hafa sama umhverfi á jörðinni og þá sköpum við það, en við gerum það ekki með þetta alkemíu heldur bara svona huglegt. Þú veist. En jú, það má nú samt alveg segja að það sé alkemía, en hún er ekki sama alkemían og þið stundið hérna á jörðinni því að það gerist bara strax. En þegar maður er komin eins og þarna hinum megin, sko, er ekki lítil þörf fyrir að skapa eitthvað eins og er hérna á jarðarsviðinu? Hún er kannski fyrst eftir að ferði yfir, en líka svo þörf fyrir að hafa hluti eins og þeir eru hér? Það fer alltaf eftir í sko hvernig þú skilur orðið þörf. Sko, það er... Ég meina, maður hefur ekki mikla þarfir þarna, hinum megin. Nei, raunverulega ekki. Nei. En þú hefur alltaf val. Já. Að hérna, sko, eins og ég kom inn á í síðasta þætti að þá gerist eitthvað þegar að við ákveðum að klæðast í líkama og fara á jörðina, að þá verður það alltaf ákveðin hluti af okkur líka þegar við komum yfir í andarsheiminn. Og þá raunverulega veljum við að hafa svona svolítið jarðneskt umhverfi af því að við höfum gaman af því, en við getum alveg verið án þess. Þannig að það er engin þörf. Svona þegar þú segir veljum við að hafa þetta svolítið jarðneskt, er það ekki bara rosalega misjamt hvernig það hver kýs? Jú, ég er bara að tala um okkur. Já. Ykkur þá... Já, í helgistjórnjarðar okkur sem höfum verið hérna á jörðinni, að við höfum gaman af þessu, svo eru andlega verur sem að hafa ekki gaman af þessu. Það er nefnilega, fjölbreytnin verður alltaf til staðar. Það er sko, þegar að uppsprettan ákvað að skapa, að þá er þetta, við getum sagt, ólík orka, að það sko, andlegar verur eru
og hafa ólíkar birtingamyndir og eru ólíkir hlutar af sem sagt uppsprettunni, en þrátt fyrir allt upplifa alltaf fullkomna einingu. Það er alltaf svona ákveðin fjölbreytni til staðar. Já, akkurat. Sem betur fer. Já, þannig að ég get svona svarað þessu í smá galsa því að ég veit að þú hefur gaman af því. Já. Að sko, ef að það yrði þannig að allt þetta yrði tekið af okkur, setjum upp það, að við gætum ekki upplifað svona þetta jarðneska og gætum ekki komið til jarðar og fundið ilmina náttúrun og svo framvegis. Já. Það myndi ekki skipta okkur máli, við myndum ekki sakna neins. Nei. Þannig að því leytinu til eru við öðruvísi heldur en þegar þið eru í efninu, að það skiptir okkur engu máli. Nei. Þú veist, að ef að eitthvað sem að gefur ykkur mikið hérna á jörðinni er tekið af ykkur, þá fáið alltaf ákveðið áfalla því að þið takið stíla á við breytingar, það er út af myrkrinu, það er út af þessu sem sagt óöryggi, að þá upplifiði öryggi í ýmsum jarðneskum hlutum, heimili og svo framvegis sem er eðlilegt. Við höfum það ekki, þannig að það skiptir okkur raunverulega engu máli hvort að við höfum eitthvað, hvort við erum eitthvað, og það skiptir mig engu máli hver ég er, vegna þess að við erum meðvituð og erum raunverulega ein heild, ein eining, alltaf. Já. Þannig að getur við sagt á núna að það sé ekki bara Saint-Germain sem er hjá okkur núna. Það eru raunverulega þessi samvitund sem er að tala. Já, enda hérna... Þú ert náttúrulega hérna, já, en þú ert líka sko, samvitund. Já, sko, vegna þess að hérna þið tengið við Saint-Germain, sem að er vissulega þessi orka sem að tala núna, en að sama skapi er Saint-Germain öll helgistjórn jarðar, og ekki bara það, samvitund jarðar, samvitund alheimsins, þannig að ég samþykki mig sem allt sem er, þannig að þá get ég alveg sagt að Hrafnkatla er að tala, Saint-Germain er að tala. Já. Það er samvitundin sem að sameinar okkur öll, og við raunverulega upplifum svona í okkar raunveruleika. Þannig að fyrir ykkur er þetta einfalt, Saint-Germain er að tala, já, það er alveg satt, og þið getur líka sagt að Pétur er að tala, Páll postuli, hver sem er, já, Jesús, já. Það er ykkar þessar skilgreiningar, þið finnir ákveðið öryggi í þeim og við samþykkjum þar, en það skiptir mig engu máli þessa vitund sem er að tala í gegnum Jón, þið megir kalla hana hvað sem er, og ég er jú Saint-Germain orkan sem að maðurinn, greifinn af Saint-Germain, hafði í sínu lífi, en ég get alveg verið eitthvað annað líka. Það skiptir okkur engu máli hvað við erum kölluð eða hvað við erum þegar við erum komin í andlega heiminn. Svona ein spurning að lokum til því. Já. Sko, við erum öll tengd samvitundinni. Já. Bæði þið í andlega heiminum og svo við hérna í jarðarsviðinu. Öll tengd. Já. Sko, hvað er svona í stuttu máli þitt besta ráð til okkar til að vera meðvituð samvitundina? Og þú veist, mér langar að segja tengjast henni, við erum alltaf tengd henni, við erum í henni, en að verða svona meðvituð hana og svona finna meira fyrir henni, fyrir okkur. Sko, eina ráðið er að samþykkja það. Nota ykkar frjálsa vilja til að samþykkja
samvitundina, þið eru hluti af henni, viðurkenna það og beina huganum í þá átt. Já. Það er að byrja að hugsa við í staðinn fyrir ég. Okay. Og bara finna þetta. Það gerist ekki kannski alveg strax, en það gerist samt mikið alveg strax. Þannig að ekki, sko, þetta snýst bara trú fyrst til að byrja með. Svo mun trúin þróast og fara yfir í fullkomna vissu. Og þess vegna sagði ég áðan að þið megi kalla mig hvað sem er vegna þess að ég er allt sem er. Þú veist, ég svara nafninu sant þér megin og ef þú myndir kalla mig Pétur, Jesú, hvað sem er. Hitler, já. Ég myndi svara því. Já. Af því að ég er komin handan góðs og ills og ég er allt og Satan sjálfur líka vegna þess. Það er mikilvægt fyrir ykkur að muna. Þið eruð himnaríki og helvíti og þið byrjuð öll innan með ykkur. Þú ætlið að hafa þessum lokaorðið. Hvort ætlið að velja að vera himnaríki eða helvíti? Já. Tilkomið þinn vilji. Amen. Takk fyrir þetta.